Á einhver smá pening til að stofna flugfélag með mér? Þannig spyr Ólína Freysteinsdóttir, íbúi á Akureyri í Facebook-ferslu. Hún þarf stundum, eins og títt með þá sem búa út á landi, að nota innanlandsflugið. En málið með innanlandsflugið, einkum í síðari tíð, að sitthvað bendir til að verðið svona jafnaði fyrir hvert flugsæti hafi rokið upp, jafnvel á sama tíma og þjónustan hefur minnkað. Og Ólína ætti að vera með okkur á Zoom sem stendur. Sæl og blessuð, heyrðu í mér, Ólína? Já. Sæl. Sæl og blessuð. Þú eins og ég vitnaði til, þú spyr hvort einhversi til í að setja peningi að stofna flugfélag með þér. Ertu til í að segja okkur svona hvatan að þessari færsluðinni, hvað leiddi til þess að þér var nóg boðið og þú veist fá félagið þína í lið með þér til þess að stofna nýtt flugfélag um innanlandsflugið? Algjörlega. Þetta var, í rauninni var það þannig að ég var reynda bara á Austurleið keyrandi að heimsækja fólkið mitt í Neskaupstað og það var og tók með mér farþega sem var að koma með flugi frá Egilsstöðum og sem að tengjast mér svona fjölskylduböndum og það sem sagt varð eins og bara getur gerst í þessu lífi, það var svona harmleikur þannig að það var fjölskylda sem að eða tvær manneskjur, fullorðnar manneskjur sem vildu koma og styðja við fólki sitt fyrir austan. Og eins og við bara vitum að harmleikir það ger ekki búið undan sér það er ekki hægt að panta far með 6 eða 12 vikna fyrirvara heldur það bara hlutinni gerast og þá verður fólk að bregðast við og vill bregðast við. Og þarna var það þannig að þá hafði fargjald sem var keypt með 12 tíma fyrirvara, 14 tíma fyrirvara fyrir tvær fullorðnar manneskjur verið verslað fyrir 130.000 krónur og í rauninni og það var bara dýrt auðvitað fargjald 130.000 krónur og örugglega klikkaða að skoða hvort þú gerir economic eða standard eða hvað það heitir allt saman sem að líka bara svona út af fyrir sig skilurðu hver á að geta lesið í þetta þú veist nema við sem erum kannski þá bara alltaf að fljúga. Já. Og síðan sem sagt lenda þau á Egilsstöðum þá kemur í ljósa að þá að vera smá svona ég að reyna svona að láta þetta ekki að vísa í það hvaða atburður þetta var en allavega þá að vera svona smá fundur eða fyrir syrgjendur og það kemur ljós þegar lenda að þau myndu missa af því sem sagt áleiðir út af því að þau voru búin að festa fargjald tilbaka. Nema það farið að hringja og breyta flugfargjaldinu og þá var það 15.000 krónur á hvern haus sem að þau þurftu að breyta til þess að vera við þennan atburð. Og ég fann það að og það er bara hluti að vera manneskja að blóðþrýstingurinn þú veist hann bara hækkaði mjög og ég var bara alveg ofboðslega reið og döpur og bara hugsa hvað að frétta og ég skil alveg að fargjöld get ekki verið fyrir fólk til þess að bregðast við veikindum eða slysum en að þau skuli ekki vera eins og var áður og stundum hefur verið hopp eða eitthvað að þú getur valið einhverja flugleiki sem eru ódýrar heldur en aðrir með sólarhrings fyrirvara. Það er alveg galið. Já, það er semst allt búið, öll hopp og allt það. Það er allt búið Og líka þessi loftbrú sem var bara
örugglega og það væri bara áhugavert að rannsaka svona, þetta eru allt svona tilfinningar þú hefur búið hérna á Akureyri að við tölum þetta mjög mikið flug og ég hef ekkert ég ekkert að hugsa þetta hvernig reksturinn gangi eða eitthvað en ég bara segi sko sleppiði bara vatninu og súkkulaðimolunum í borði í vélinni sem gerir ekkert fyrir neitt eða þú veist og notum þjónustu aðeins eða þennan tíma og þessa orku í að skoða hvort það sé ekki hægt að gera eitthvað betur fyrir farþega sem þurfa að bregðast við einhverjum óvæntum atburðum. Ég veit ekki hvort að flug sé svo dýrt ef maður að fara að panta núna flug þann 20. desember. En svona fólk upplifir það og ég auðvitað ræddi þetta og sá margir svo færslu og allir hefðu skoðun og margir hafa skoðun og margir hafa upplifað þetta eins það sé bara svolítið verið að fara illa með okkur og manstu eftir því þegar einhver Akureyringur það var ódýrar fyrir hann að fara til London, Reykjavíkur það var Akureyri, London, Reykjavík og svo tilbaka að sömu leið. Já, algjörlega lýgilegt dæmi. Já, lýgilegt dæmi. Og þannig að þetta eru þetta stór mál og það þarf bara að skoða þetta. Og líka bara að hvað þá margir að stíga bara upp í bíl sem sagt, án þess að vera í nokkur andlegu standi til þess að aðstoða fólki sitt sem býr á landsbyggðinni og þetta gert gerir þetta fyrir landsbyggðina gagnvart höfuðborginni en á þetta ekki að vera eins hvaðan komum við erum við ekki flest utan á landi Jú, svo ég hafi efnisatriðin á hreinu erum við þá að tala að það hafi verið sko með viðbótargjaldinu hafi þetta verið 150.000 krónur sem þessir tveir farmiðar kostuðu, 75.000 krónur á mann. Já, 130.000 kosta þessi tveir leggir fyrir tvær manneskjur, svo borguðu þær 30.000 krónur aukalega til þess að vera við þennan viðburð sem var vegna þessa óvænta slys. Já, og við erum að tala Icelandair og við erum að tala sko fólk í sárum og við erum að tala að það ekkert pláss fyrir mannúð, getur maður sagt. Algjörlega, og ég svona eitthvað greip inn í mitt samtalið bara, og það líka það sem að þeir sem að sitja við svörum þeir þetta hafa ekki, það ekkert sem að gefa þeim neitt leyfi til að skoða mér þykir þetta leitt, já, ég vott ykkur samúð og svo þarf hún bara að setja fyrir svörum á þessu og ekkert hægt að breyta já, það ekkert hægt að bregðast við svona. Nei. Já, það vantar algjörlega mannúð í þetta og svo líka að það ekki eins og að sé ekki laus pláss. Einmitt. Hvað kostar það að fljúga með vélar sem vantar kannski laus 10 sæti og það ekkert verið að gefa afslut á þeim. Það bara beðið eftir að einhver þurfi að það verið kannski að græða á því að þú þarft að fara söður það ekki spurt tíma þannig að þá þarft að versla þér þetta flug í staðinn fyrir að það vita að það eru 5 sæti laus í hverri vél og akkur eru þau ekki einhvers konar tilboði. Það kannski ágætt að það komi fram á þessu stigi að ég hef áður boðið forsvarsmönnum Icelandair að koma hingað í viðtal eða spjall hér við rauðaborðið vegna annara okurmála en þau hafa ekki þegið það, kannski koma þau núna að loknu þessu viðtali. En sko, málið það eigi að síður þótt sko, það eru eiginlega allir sammála það að það hafi sigið mjög ógæfu hliðina í þessum efnum síðari ár. Það hefur mikið verið talað
tímasetningar líka, þær haldi ekki, flug felld niður og náttúrulega aukinn kostnaður, en eigi að síður það litla sem að þau hjá Icelandair segja að benda á að það sé samt tap á rekstri innanlandsflugsins. Hvernig svona, hvaða leið sérðu út úr þessu? Ef maður myndi nú alltaf trúa þessum hvar settur hagnar og hvar tapið sett í þessum fyrirtækjum þá og auðvitað, ég hef bara ekkert ég bara að tala sem manneskja væntanlega og líka ef að ríkið og sveitafélögin eru stórir viðskiptavinir Icelandair það 20% afsláttur allavega þar sem ég vinn hjá ríkinu af fargjöldum ég veit ekki hver á að styðja við þetta eða hvort að ríkið eigi bara að koma betur að þessum málum en það auðvitað þannig að þegar maður hefur ekki alltaf og þegar það sem markaður ræður þá hefur maður ekki alltaf trú á því að þegar að ríki kemur inn með einhverjum hætti að markaðsfyrirtæki sem eru á markaði sjáu sér bara ekki hvernig hagi því að græða því sko. Ég bara að ég ljótt að segja þetta maður hans kannski að missa trúna á þessu hvað maður segja hagkerfi okkar að það sé málið að það sé alltaf verið að leita eftir að hámarka hagnað eðlilega fyrirtækin þau ganga fyrir því en í þessu málum þá þetta bara við búum á þessu landi og við þurfum bara að tryggja það að fólk geti hugsað fólkið sitt og hafi tækifæri á að rækta tengsl. Já, og núna sko í dag einmitt spáð bara snjókomu á þínum slóðum fyrir norðan og það ekki víst að sá sem ætlar að aka frá Akureyri til Reykjavíkur út af brýnu erindi eigi svo auðvelt vik, jafnvel að komast leiðar sinnar, kannski bara teppistu Öxnadalsheiðin eða eitthvað svoleiðis, þannig að þetta sko ekki, þetta engin lúxus að náttúrulega nýta sér innanlandsflugið, þetta bara brýn þörf oft. Algjörlega, og hvað heldur ofta bara hafi tapað fluginu sínu og þurft að keyra, það ekkert langt síðan að þá átti ég að kenna í háskólanum á Akureyri á mótni og fyrir sunnan og það bara óvissa með flug og maður fær SMS og hvað gerir maður þá tekur maður bílaleigubíl, hvað heldur það sé margir á þess sem að þurfa að gera þetta og það þetta bara landi sem við búum í, ég ætlum ekki að fara að kenna boga veðrið á landinu en það þetta við þurfum einhvern veginn að hugsa þetta í einhverju samhengi og finna lausn á þessu það alveg klárt mál og líka að ef það orðið svona lúxus og forréttindamál að huga að fólkinu sínum og verið tengslum fólkið sitt og styðja við fólkið sitt á það að vera einhver svona forréttinda fólk sem á að geta gert það eigum ekki bara flesta geta gert það og ég skil það alveg, það ekki hægt að flug kostar eitthvað en við vitum líka að vélar eru að fljúga hálftómar og akkur þá ekki fólki gefið tækifæri að nýta þau sæti með einhvers konar hoppi eða eitthvað. Ég að kíkja líka á ummælin við færsluna þína, það augljóst að þú ert bara dæmigerð manneskja, það eru hundruð ef ekki þúsundir skoðana á bakvið þína reiði eða hvað ég á að segja. Já, það var þannig, ég var bara, ég var í ég var bara í setja mig í hættu með þessum tilfinningum. Nei, jú, þetta eiginlega bara viðbröð, bara vera manneskja. Og þetta ekki þetta bara svona rétt
réttlætismál og ég að það eru svo margar sögur og ég hefði alveg verið áhugavert að það hafa allir skoðun á þessu og hvað er rétt og hvað er rangt en að þetta er tilfinningamál og þetta mál sem snerta marga og við þurfum bara að vita hvað býr að baki síðan vitum við líka það búið að reyna að fara í einhverja samkeppni við Icelandair allavega talað þannig mann ekki hvernig það var síðast gert og þá ganga þau flugfélög ekki vegna þess að örugglega gengur ekki vera með 2 flugfélög á landinu, það er mjög trúlegt að það sé þannig en líka vegna þess að þá allavega hefur segja sögurnar þá hefur verið brugðist þannig við að flug hefur lækkað þannig að þeir hafi gefist upp á að vera markan ég manst þú þetta, þú var náttúrulega miklu Já, Íslandsflug var í samkeppni við Icelandair ég flög mikið á þeim árum þegar var samkeppni þetta var kannski 95 til 2000 einhvern tímann á því bili ég held að það hafi bara kostað 3.000 krónur að fljúga og þá var sagt eins og svo oft sagt með viðskiptalífið hér á Íslandi að ef það kemur samkeppni þá kemur einhvern veginn sá stærri og nær að svíða þann litla út af markaðinum jafnvel með undirbúðum og eitthvað svoleiðis það var náttúrulega sem gerðist að það var farið í verðstríð og það kostaði nánast ekkert að fljúga og þá náttúrulega gefst sá litli upp það eins með þennan markað eins og svo ótal marga aðra fákeppnismarkaði hér á landi en sko ég sé líka í ummælum við færsluna þín Ólína að fólk að segja að þessi loftbrú sem átti að vera svona til einhverja bjargar loftbrúin fyrir áhorfendur og hlustendur svona í stuttum máli það að ef þú þarft að fara til læknis eða eitthvað svoleiðis svo getur þú fengið nokkrar ferðir á afslætti eða hvernig það er, þú þekkir það reynda betur en ég held að þetta sé bara að þú farið 6 ferðir 40% afslætti ef þú ert með kennitöluna þín ef þú búsettur á landsbyggðinni en það sem kemur fram er sem sagt að loftbrúin þá hafi Icelandair hækkað verðið á flugmiðanum til þess að allir nái sínu áfram hefur fólk eitthvað fyrir sér í þessu er það bara tilfinning? Það er það sem að væri bara áhugavert að sé skoða það veit það eru einhver hagfræðingur einhver sem fylgist með þessu en það er líka þú veist bara sögusagnir og tilfinning að ég var auðvitað frustan helgina og margir komu til minn og að það var einhver sem að sagði að sem vinnur við að svona bóka að flug hjá allavega annarslæðir hjá stóru fyrirtæki að það er svona tilfinning fyrir því að ef það er eitthvað að vera og það er vitað að það sé hópur að fara einhverja vissi dagsetningar og nú þóru ég heldur ekkert að nefna einhvern viðburð að þá sé alveg gefið að flugi sér dýrt þá sko einn segir hér að þetta er bara auðvitað maður má ekki búast við því að það sé einhver bara hjá Icelandair að leitum að það er sýning, flugsýning, sjávarútvegssýning, þorrablót að sé búast við því að þeir séu að hækka þá og þetta getur mann ekki að ætla fólki það illt og ég ekkert að búast við því en þetta er allavega svona það sem fólk upplifir og fólk að segja fékkst ekki örugglega kampavinum borð og ekki súkkulaðimólar og því að ég breytti fluginu þinnu og það kostaði þetta mikið og þú klikkaðir á íta á standard það er, þú færð skattinn endurgreitt að búið svo heppin að fluginu er aflýst eða það er alls konar svona mál sem er bara sem er bara svona leiðinda flækjur og fyrir hvern Já, og ein staðhæfir í ummælum við þessa færsluðina að hún hafi greitt meira en 1 milljón í innanlandsflug þannig að þetta eru náttúrulega engar smá fjárhæðir þetta er vægast sagt íþyngjandi fyrir þau sem sérstaklega kannski muna tíman að tvenna og muna það að einu sinni var bara nokkuð vel séð þessi mál þá voru þetta bara nánast hugsa sem almenningssamgöngur og kostaði alls ekki augun. Algjörlega.
En Ólína, ég ætla að reyna að ná tali af forsvarsmönnum Icelandair og reyna að fá það til þess að spyrja þá út í það meðal annars hvort mannúðun sé horfin úr störfum stórfyrirtækja, samanber þína færslu og það við trúum því hér á samstöðinni að hvað var það neytendamálin þá náum við helst umbótum einmitt með því að tjá okkur og lýsa óánægju okkar þegar við reykust á eitthvað eins og þú hefur gert og mér langar bara að þakka þér fyrir það að hafa vakið athygli á þessu. Bara og takk fyrir ykkur, það var mjög gaman og þegar ég er ég farin? Já, nei, gjörðu svo. Já, það gaman að þið sé að fylgja þessum málum eftir. Það var eitthvað að segja fyrir austan, já, nú ég búin að koma með vandræði, Bjössi búin að hafa samband og biðja mig spjall og þá var fullt af fólki sem fylgjast vel með fylgjast með samstöðinni, þannig að það er bara vel gert. Gott að heyra. Ólína Freysteinsdóttir, kæra þakkir fyrir spjallið og bestu kveðjur norður. Takk fyrir. Og víkjum þá að allt öðru. Þarft hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.